Velkomin í Fernundurhornið. Í dag ætla ég að mála þennan jólasokk. Það er sýningu hvernig ég mála þennan jólasokk og sem er í föndupakka frá mér sem ég hef verið að selja. Í pakkanum er þessi sokkur ómálaður. Það er máling, pensill, bjalla, perlur og borður til að gera slaufu og svo silfraband og giltband. Það sem þið þurfið að eiga er skæri, lím og svo gott að hafa nál til að þræða perlun á bandið. Áður en þið byrjið þá er líka gott að hafa undir blaðið eitthvað því þetta er akrílmáling og hún getur fest í hlutum og eins fötum. Þannig ekki verið í fötum sem ykkur er annt um. Svo er náttúrulega nauðsynlegt að hafa vatn með hendina og alltaf gott að vera með tusku þegar maður er að mála eða bréfið eitthvað til að geta tuskað hans pensilinn ef hann er óbreytur. Ég er oftast líka að vera með blýant, þannig ef ég vil vant einhverja línur inn á eins og þarna, þá ger ég línu fyrir þar sem ég ætla að hafa grænt og þar sem ég ætla að hafa rautt og þá strika ég það bara inn á. Menn ef að sokkun ætti að vera röndóttur þá myndi maður fyrirfram búin að gera þær línur. Þannig finnst mér best að vinna þetta. Þá er bara að byrja að strika línurnar. Bara laust með blýanti, það þarf ekkert að gera eitthvað fast. Og ég ætla að hafa tanna og hælinn í öðrum lit. Síðan byrja ég bara að mála. Mér finnst bara fínt að byrja á stæðsta fletinum, en það er náttúrulega bara allur gangur í því hvernig fólk vil gera það. Og ég byrja að rauða. Þessi máling er nú frekar fljót að þorna, þannig að það þarf ekkert að bíða neitt lengi með að mála það sem kemur næst. En ég býð samt, ef ég er óþolinmóð að býða eftir að geta mála til dæmis línuna sem er við hliðina og rauða, þá bara byrja ég á tánni og hælnum meðan hitt þornar. Og það er bara mjög fljótt að þorna. Það er alltaf svolítið leiðilegt ef að litirnir fara að blandast hjá manni. En maður vill það ekki. Svo bara muna að skóla vel á milli. Og ég aðeins, þurrka aðeins pensilinn oft í tuskunni af því að ég vil alls ekki að málingi verða blöyt, þá tekur hún ekki nóg. Nú ef eitthvað finnst málingin ekki þekja nóg, þá er alltaf bara að fara aðra umferð yfir. Bara eins og oft og þangað til þið eru sátt við þetta. Og ef þið er lakk og svona þá líka bara frábært að lakka yfir, þá fóðu þið meiri glansa, en það er ekkert nauðsynlegt að bara eigi það til. Þó ég máli sokkinn svona þá að sjálfsögðu bara geri þið eins og ykkur dettur í hug. Þetta er bara til að sýna ykkur hvernig ég gerði þennan sokk. Svona ef það hjálpar eitthvað. Þetta er nú nauðsynlegt ef maður setur hvítan að vera viss það að litirnir sem eins og þarna sikkur megin við séuðnir þurrir, því annars verður strax hvíti liturinn komið grænan eða rauðan keim. Eins og þið sjáu þá hefur nú sullast helling á blaði sem ég er með þarna undir, þannig að þarna sér maður nú nauðsyn þess að vera með eitthvað. Því ekki vill maður fá málingu á eldhúsborðið eða skrifborðið. En ef að
það gerist að þið söllið akrílmálingu á eitthvað, þá alltaf bara best að reyna að þrífa það strax áður það næra að þorna. Því lengur sem það þornar, því verið að vera náði af. Það alltaf mín reynsla. Bakhliðina ger ég yfirleitt bara einfalda, en auðvitað getur verið gaman að gera eitthvað allt annað þarna megin, þannig að eftir að snúa sóknum við og fá bara eitthvað allt aðra útkomu. En þarna ákvað ég bara að hafa hana mjög einfalda, bara rautt og hvít. Svo getið þið mála brúnirna líka, ég sleppti því. Svo er gott að hugsa alltaf vel penslana sína þegar maður er hættur. Skóla þá vel og leggja þá til hliðar eða láta það standa upp á endan. Alls ekki láta það liggja ofan í krukku af vatni eða einhverju. Þá verða það svo fljótt leiðilegir, bara að vera allir svona bognir og leiðilegir. Hárin þar að segja. Alltaf gott að hugsa vel penslana sína. Það endast lengur. Þá er ég búin að mála. Og nú ætlum ég að fara að setja bandið sem að ég ákvaða að hafa það silfrað. En í pakkanum er bæði silfrað og gylt band. Ég mæli með að ef þið ætlaði að hafa silfrað þarna í kringum eða á sóknum sjálfum, svona vafið eins og ég er að gera þarna, og líka til að nota til að hengja, að þá skulum við klippa svona cirka 30 cm af bandinu sem er þá notað í hangan. En þetta þarf náttúrulega ekki alltaf, það geti verið með silfur þarna og gilt hins, hangin geti verið giltur, þannig að þú bara spurning hvernig þið viljið hafa þetta. Svo festi ég perluna, þetta heitir spjalla. Bind hana. Og svo tek ég borðan og ég nota nú bara límstifti við það að gera hann svona tvöfaldan. Slími endana inn að miðju. Svo bara krumpa maður þetta svona saman, þannig að þetta myndi slöfu. Og bindum á sokkinn. Getur verið pínumaus, eins og ég sjá hérna hjá mér, pínumaus að fá þetta til að vera á réttum stað. Gæti verið gott að fá þarna hjálparhend, einhver til að halda við bandið eitthvað meðan við bindið. Það sé ekki allt svona fleygiferð eins og hjá mér. Hann losnaði allt. Eins og sjá, þetta er pínumaus, en bara að verða þolinmóður. Og eins og segi, eða biðja einhvern um að setja puttan yfir. Rétt á með þið bindið. Það þarf ekki að vera flóknar en þetta að gera slaufu. Og ef ykkur finnst slaufan eitthvað líka ekki nú skemmtilega, þá alltaf þetta að setja bara límdropa bak við þannig hún sé bara föst. Það er mjög erfitt að træða perlurnar á þetta band. Það er eiginlega nauðsynlegt að vera með nál og bara passa að nálinn sé það fíngerð að hún passi í gegnum gatið á perlunni. Ég ákvað að hafa eina perlu í hvorum enda
það fylgja með nokkrar perlur, bæði grænar og rauðar í pakkanum. Þannig það alveg möguleiki að gera þetta einhvern veginn öðruvísi. Og náttúrulega ef þið eigið eitthvað heima eins og glimmer eða tölur eða eitthvað að gera nota það til að pynta sokkinn meira. Bara nota ímyndunaraflið. Eins og ég segi, þetta bara ein hugmynd af mörgum. Alltaf gaman að gera sína eigin útgáfu á hlutunum. Það var til dæmis hægt að skrifa nafnið á ykkar, getur til dæmis skrifa nafnið ykkar á sokkinn eða hreinlega bara mála einhverja mynd á sokkinn. Allt þetta að gera. Bara hvað þetta mann í hug. Hvað ræður maður við? Þetta getur vel tilvæl á jólatréð eða jólapakka. Eða í óróa, bara hvað. Allt mögulegt kemur til greina í því, svo öðru. Þetta band það er svona cirka 30 cm, þannig að það á alveg að vera nóg til að gera þetta, þennan hanga. Svo fer ég aftur í gegnum perluna, sjá því. Og svo bind ég. Þarna hefði verið betra að binda fyrst við perluna eða vilja festa perluna, þannig að sé bara ekkert að ferðast eitthvað upp og niður. Og ég gerði það eftir á. Ég einfaldlega glemdi að binda fyrst niður í. Stundum er nauðsynlegt að gera tvöfaldan hnút, svo að hnúturinn sé nógu stór svo perlan fari ekki, þannig að perlan sé bara kjur. Já, svona lítur þetta út. Takk fyrir mig.